Komið sæl, velkomin á 265. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og hann haldinn hérna í stjórnsýsluhúsinu á Vanda. En áður við göngum í dagskrá ætla ég að leggja til að bæta eftirfarandi málum á dagskrá. Mál númer 26.02.011, samstarfssamningur Dalabyggðar og ungmennafélagsins Ólafs Pá búnað í líkamsræktarsal, verði dagskrárliður númer 4. Og mál númer 26.02.001F, fundagerð félagsmálanefndar Dalabyggðar frá fundi númer 78, verði dagskrárliður númer 9. Og aðri liðir í útsendi dagskrá færist til samkvæmt ofangreindu. Einhverjar athugasemdir við það? Það skoðast samþykkt. Þá förum við í dagskrárlið númer 1, en það er aðalskipulagsbreyting Hvannármiðlun. Umhverfis- og skipulagsnefnd tók mál þetta til afgreiðslu á 161. fundi sínum og bókaði eftirfarandi. Tillaga að breytingu aðalskipulags Dalabyggðar 2020 til 2032 vegna vatnsmiðlunar í Hvanná lögð fram til afgreiðslu samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Vinnslu tillaga var kynnt frá 17. nóvember til 8. desember 2025. Umsagnir bárust frá 6 aðilum vinnslutillöguna: Náttúruverndarstofnun, Minjastofnun Íslands, Fiskistofu, Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, Náttúrufræðistofnun og Hestamannafélaginu Glaði. Brugðist hefur verið við ábendingum og umsóknum í endanlegri breytingartillögu. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillöguna til auglýsingar og senda hana til athugunar skipulagsstofnunar samanber 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Einhver sem vill ræða bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Svo verðist ekki vera, þá legg ég hana fyrir fundin til samþykktar. Þeir sem samþykkir gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 2 er mál númer 25.10.031, deiluskipulag Tungu á Skógarströnd. Umhverfis- og skipulagsnefnd tók mál þetta til afgreiðslu á 161. fundi sínum og bókaði eftirfarandi. Framlögð tillaga að deiluskipulagi Tungu að lokinni auglýsingu samanber 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Tillagan var auglýst frá 18. desember 2025 með athugasemdafresti til 29. janúar 2026. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Skilmálar veitukerfi voru lagfærðir með hliðsjón af umsókn Heilbrigðiseftirlitsins. Umsókn Minjastofnunar kallaði ekki á lagfæringar á tillögu. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillöguna og fela skipulagsfulltrúa að senda hana til yfirferðar skipulagsstofnunar samkvæmt 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Einhver sem vill ræða þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Þá legg ég hana til samþykkta fyrir fundin. Því sem samþykki bókunni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. 3. mál á dagskrá er mál númer 26.02.004, heilbrigðiseftirlit vegna framkomins frumvarp til laga breytingar á fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits og fleiri þátta. En hér er rætt framkomið frumvarp breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinnar skilvirkni eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Einhver sem vill ræða þetta frumvarp? Svo verðist ekki vera. Mig langar til að leggja fyrir fundin tillögu að sveitarstjóra verði falið að skoða þetta frumvarp í samvinnu við önnur sveitarfélög á Vesturlandi og samtök sveitarfélög á Vesturlandi. Þeir sem samþykki því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá er mál númer 26.02.011, samstarfssamningur Dalabyggðar og ungmennafélagsins Ólafs Pá búnað í líkamsræktarsal. Framlagður til staðfestingar samstarfssamningur Dalabyggðar og ungmennafélagsins Ólafs Pá búnað í líkamsræktarsal íþróttamiðstöðvar í Búðardal, en samningurinn var tekinn til umræðu og fundi 344 í byggðaráði, þar sem sveitarstjóra var falið að vinna málið áfram á þeim grunni sem hér er til staðfestingar. Einhver sem vill ræða samstarfssamninginn? Bjarki, gjör svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn. Já, það ánægjulegt að við erum með þennan samning hér til staðfestingar í sveitarstjórn sem var
í rauninni undirritaður í gær og ástæða þess í rauninni meginforsendan fyrir því að hann var undirritaður í gær en ekki einhvern daginn þar á undan í kjölfar fundar byggðarráðs fyrir stuttu að í gær var 117 ára afmæli ungmennafélagsins þannig að það hitti vel á og jafnframt vil ég segja frá því að við sama tækifæri afhenti ungmennafélagið Ólafur Pá sveitarfélaginu gjafabréf upp á 500.000 krónur til búnaðarkaupa í íþróttamiðstöðin okkar. Þannig að þetta var í rauninni tvíþætt, annars vegar samningurinn þar sem kveða afnotarétt af ákveðnum búnaði sem við fáum hér fluttan á milli húsa og svo þessi höfðinglega gjöf frá ungmennafélaginu. Vildi koma hér og segja frá þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja ræða samstarfssamning. Ég vil bara nýta tækifæri og þakka ungmennafélagi Ólafs Pá fyrir rausnarlega gjöf. Þá legg ég samningin fyrir sveitarstjórn til samþykktar, þeir sem eru samþykkir samningnum gefimerki. Og hann samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 5 mál númer 23.01.027, skólaakstur á yfirstandandi skólaári. Já, Eyjólfur ætlar að víkja fundi undir þessum lið. En hér eru kynntar breytingar sem orðið hafa varðandi nemendafjölda á einni akstursleið skólabíla og kynnt tillaga að tímabundinu lausn vegna þeirrar stöðu. Hversu vil ræða þetta mál? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn. Já, málið sem hér ræðir í rauninni að við þurfum að leysa í það minnsta tímabundið það að sá skólabíll sem hefur verið notaður á þessari tilteknu akstursleið í rauninni orðinn fullur og rúmar ekki þá nemendur sem þarf að aka til inn í Búðardal í leik- og grunnskóla. Þannig en það möguleiki fyrir hendi að fá stærri bíl þannig að við getum annað þessu verkefni og aftur tímabundið og ég vil gera tillögu minni til sveitarstjórnar að þess sveitarstjóri verði falið að ganga til samninga við þann verktaka sem ræðir á grundvelli þeirra verðhugmynda sem fram hafa komið. Takk. Takk, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin tillögu sveitarstjóra að fela honum að ganga til samninga og þeir sem eru samþykkir gefimerki. Það samþykkt samhljóða fyrir utan Eyjólfur sem vék að fundi, eins og áður sagði. Eyjólfur, gjörðu svo vel. Þá það fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 6 byggðarráð Dalabyggðar, fundur 344, eitthvað sem vil ræða þá fundagerð. Svo virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 7 fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 147, eitthvað sem vil ræða þá fundagerð. Nei. Dagskrárliður númer 8 menningarmálanefnd Dalabyggðar, eitthvað sem vil ræða þá fundagerð. Svo virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 9 umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 161, eitthvað sem vil ræða þá fundagerð. Nei. Dagskrárliður númer 10 félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur 78, eitthvað sem vil ræða þá fundagerð. Nei, svo virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 11 fundagerðir Breiðafjarðarnefndar, eitthvað sem vil ræða þær fundagerðir. Nei. Dagskrárliður númer 12 fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, einhver sem vil ræða þær fundagerðir. Svo virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 13 skýrsla orkumál á rafkynntum svæðum á Vesturlandi. Einhver sem vil ræða þessa skýrslu. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn. Í rauninni eini tilgangur minn í pontu undir þessum lið að í rauninni vekja athygli á þessari skýrslu og því sem í henni það er töluverð hækkun á raforkuverði víða og það full ástæða til fyrir okkur hér
í Dölum og þá sem að í rauninni eru kynda hús og slíkt með rafmagni að leita allra leiða til að lágmarka þann tilkostnað sem af hlýst til að mynda með varmadælum og slíku. Þannig að þessi skýrsla hún ágætis svona kynning á þeim möguleikum sem að fyrir hendi eru og full ástæða til, eins og ég sagði hér áðan, að fólk kynni sér alla þá kosti sem að fyrir hendi eru og við auðvitað reynum að aðstoða eins og kostur ef hægt hér hjá sveitarfélaginu. Takk. Takk Bjarki. Fleira sem vilja ræða skýrsluna? Svo virðist ekki vera. Þá förum við í dagskrárlið númer 14 sem skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel Bjarki. Oddviti ágæta sveitarstjórn, nokkrir mólar frá mér hér í lok fundar. Íbúafjöldinn í Dalabyggð síðustu mánaðamót eða 2. febrúar var 678 samkvæmt þjóðskrá. Þannig að það hefur fjölgað 7 síðan í desember. Þannig að vonandi heldur þessi þróun áfram. Og síðan vil ég nefna að það staðfest og við búin að setja viðburðardagatalið okkar hér á heimasíðu Dalabyggðar að vígsluhátíð íþróttamiðstöðvarinnar okkar verður haldin laugardaginn 28. febrúar kl. 13:30. Og við hvetjum sem flesta til að mæta til þessara hátíðar. Þetta tímamóta dagur í Dölum að mínu mati og fullt tilefni fyrir heimamenn og okkar ágætu nágrannar að kíkja hér til okkar í Búðardal í tilefni þessara tímamóta. Nú samstarf Dalabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands vegna samstarfs í tengslu við gott að eldast verkefnið í fullum gangi. Og í tengslum við það var núna í vikunni haldinn fyrsti fundur svokallaðs MOMA-teymis sem stendur fyrir móttöku og matsteymi. Í teyminu sitja fulltrúar frá Dalabyggð, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og Silfurtúni sem munu fara sameiginlega yfir allar umsóknir sem berast vegna félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar í héraðinu og þar með samstarfið sem verið hefur með einum eða öðrum hætti undanfarin ár orðið formlegt. Nú árið 2024 snemma árs auglýsti Dalabyggð eftir tillögum að frumhönnun og aðkomutákni sem bjóða myndi fólk velkomið í Búðardal og var að ræða verk sem staðsettir við innkomu í þorpið en eftir var að velja endanlega staðsetningu þegar þarna var. Nú skemmst frá því að segja að loksins verkið komið upp, var sett upp núna í byrjun febrúar og allavega mínum mati mikill sómi að og ástæða til að þakka höfundi verksins Svavari Garðarsinni sem hefur nú heldur betur lagt hönd á plóg við fegrun umhverfisins hér í Búðardal fyrir hans frábæru tillögu og hugmynd og eins honum Sveini Ragnarsinni frá Svarfhóli í Geiradal sem að smíðaði verkið. Og síðan sá hann Ari Jóhannesson steinhleðsluna sem undir verkinu. Þannig að þetta okkur til sóma. Eftir að setja upp bæði lýsingu á verkið og eins að setja upp svokallaðan QR-kóða þannig að þar verði hægt að nálgast upplýsingar tilurð þessa verks í framtíðinni. Nú á 48. fundi menningarmálanefndar sem haldið var 20. janúar voru teknar fyrir umsóknir í menningarmálaverkefnasjóð Dalabyggðar fyrir árið 2026. Úr var að spila þar 1,5 milljón sem var 500.000 króna hækkun á milli ára eftir samþykkt sveitarstjórnar við seinni umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og það var gleðilegt að sjá öflugar umsóknir sem að eru listaðir upp bæði á heimasíðu Dalabyggðar og eins í skýrslu minni sem verður aðgengileg hér á heimasíðu Dalabyggðar eftir fundinn. Nú Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett af stað átak sem miðar á því að styrkja lýðræði á sveitarstjórnarstiginu og hvetja fólk til þátttöku. Sveitarstjórnarkosningarnar verða haldnar 16. maí 2026 og þær eru tækifæri til að hafa bein áhrif á nærumhverfið og þjónustan sem skiptir okkur mestu máli í daglegu lífi og ég vil hér hvetja áhugasama til að íhuga málið og láta til sín taka ef áhugi fyrir hendi í komandi kosningum. Nú fyrir vikunni skilum við inn umsókn okkar framkomna tillögu að samgönguáætlun. Enn og aftur ljóst að við þurfum að halda upp í vörnum og vekja athygli ráðamanna á ástandi vega hér í Dölum og eins þurfum við að halda á lofti versnandi stöðu á fjarskiptasambandi hér í Dölum eftir að breytingar urðu á farsímakerfi landsmanna og sú staða bætist við það slæma ástand sem verið hefur undanfarin ár á farsímasambandi víða í Dalabyggð. Og ég vil vekja athygli á hlekk á heimasíðu
fjarskiptastofu þar sem að fólk getur sent ábendingar þá staði sem eru hreinlega dauðir og ég veit það eru nokkri staðir sem eru hreinlega á veginum hérna þjóðvegi 60, nýjir staðir sem að bæst við sem að samband bara slokknar hreinlega. Það dofnar ekki, það bara fer. Úthlutunarhátíð Dalaðus fer fram föstudaginn 20. febrúar næstkomandi og verður spennandi að sjá þau verkefni sem fá stuðning þetta árið. Við erum á lokaári Dalaðus og þessa samstarfs við Byggðastofnun sem hefur aldeilis verið gefandi og jákvætt fyrir samfélagið hér í Dölum. Það eru vonbrigði að framlag ríkisins á árinu 2025 vegna sértækra úrræða fyrir börn stefnir í og eru nánast orðið staðfest að verða mun lægra en ráð var fyrir gert vegna verkefna tengdum barnavernd og því stefnir að við þurfum að ganga á fyrirlengjandi lánsheimild í fjárhagsáætlun ársins 2026. Ríkið lýsti því yfir að það taki þennan tiltekna málaflokk yfir frá og með 1. júní 2025 en nú því borið við að það hefði verið tiltekna fjárhæð að ræða og málaflokkurinn verið það kostnaðarsamur í heildina að hverju sveitarfélagi verði greitt sem nemur rétt rúmlega 80% af þeim kostnaði sem þau hafa þegar greitt fyrir tímabili 1. júní 2025 til áramóta. Einnig hefur það verið kynnt að greiðsluhlutdeild fyrir tímabili janúar til maí 2025 verði engin en hún hafði verið 20% fram að því. Þannig að þetta skiptir okkur í Dalabyggð verulegu máli og vekur enn og aftur upp á tilfinningu að það engin ástæða til annars en að fyllast ákveðinni tortryggni þegar kemur að samskiptum ríkis og sveitarfélaga og ekki síst þegar kemur að skiptingu fjármuna. Bæjarhátíðin Heim í Búðardal verður haldin fyrstu helgin í júlí á komandi sumri. Fyrstu skref við undirbúning eru farin af stað og á fundi menningarmálanefndar Dalabyggðar þann 20. janúar síðastliðinn var samþykkt að boða til kaffispjalls hér í Nýsköpunarsetrinu að miðbært 11 í Búðardal og var sá fundur og það spjall haldið 3. febrúar síðastliðinn þar sem nefndarmenn ásamt verkefnastjóra hátíðarinnar í ár, Ingibjörgu Gretu og undirritum voru til skrafs og ráðagerða við áhugasama aðila framkvæmd einstakra þátta hátíðarinnar. Það var gott samtal sem myndaðist á þessum fundi og vil ég þakka þeim sem mættu til fyrir þeirra aðkomu. Nú eru unnið úr þeim hugmyndum og tillögum sem framkomu í samstarfi menningarmálanefndar og verkefnastjóra og svo púlsinn tekinn aftur á samfélaginu í kjölfar næsta fundar nefndarinnar. Að síðustu vil ég þakka öllum þeim sem hafa haldið utan framkvæmd og umsjón með þorrablótum hér í Dölum undanfarnar vikur. Það er rauninni eitt eftir, þannig að mér telst til að eftir að hafa heyrt mætingatölur og annað slíkt að það hefur hver einasti íbúi í Dölum frá 0 til 99 ára aldurs mætt á eitt blót hver sig, þannig að geri önnur samfélög betur. Það eru rúmlega 600 manns búin að mæta á þessi blótöll, þannig að við kunnum að fagna þegar við á og svo tökum við á hlutum þegar þarf að taka á þeim með öðrum hætti en ég hef þetta ekki lengra sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Björki. Einhvers vil ræða skýrslu sveitarstjóra. Þá bara dagskráin tæmd hjá okkur í dag og næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar 12. mars klukkan 4 að vanda. Takk fyrir.